sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá yfir í torfæruna. Það var náttúrulega mikið gleði hérna á Akureyri núna, bíladaginn náttúrulega í fullum gangi og já, við komum í götubílaflokkin fyrst. Svo sem sigraði það var Ragnar Skúlason og Kölska og hann komin á línuna. Heill og sæll félagi. Já, sæll. Hvernig hefur það? Bara ljómandi, sko. Herri, þú varst eða ekki bara alla bíladagana eða ekki? Alla vikuna? Jú, ég fór og fylgdist með því. Hún reyndi heim á föstudeginu hann og svona. Já, og þannig að þú náðu að fylgja svona með því helsta? Já, það var... Og hvað? Þetta var fyrstu bíladagarnir mínir, þannig að það var nú svona rétt að kíkja á þetta almennilega. Já, nákvæmlega. Já, þannig að þetta hefur verið fyrstu bíladagarnir yfir höfuð bara. Já, það er bara þannig. Já, en það var náttúrulega á sínum tíma þegar þú varst að keppa, þá var náttúrulega torfærinn ekki inn í bíladöfum. Nei, ég var nú að keppa í þessu á gullaldar-árunum minna. Já, gullaldar-árunum. 90 til 2001, eitthvað svo leiðis, sko. Já, og það er margt búið að breytast eða ekki síðan þá í torfærunni? Já, það er mikið breyst, sko. Já. Hvað finnst þér svona helst búið að breytast? Já, þeir eru náttúrulega mjög nöflur þessi bílar í dag og fjöðrunarkerfi hefur nú sérstaklega breyst mikið, sko. Til batnaðar. Það er allt annað að geyra þetta í dag heldur en var, sko, svona þannilega sér. Það er þessi högg sem að voru að koma upp í bílana, þetta er alveg liðin tíð, sko. Já. Já, en voru þið þá vakandi alltaf fram eftir nóttu eftir hverja keppni, jafnvel? Já, það kom nú fyrir, sko. Já. En maður reyndi nú samt að vera svona þokkalega vel undirbúinn og ég vil slappa nú alltaf til. Já. En þá fyrst að bíladögunum, hvernig svona upplifir þú þessa bíladag? Hvernig svona fannst þér svona þessi vika eins og læði sig? Jú, þetta var svona ágætt, en það var svona fyrir ekki að dræm þáttaka í þessum keppni sem voru með miðri veikur náttúrulega. Það er svona sandspyrnan og drulluspyrnan og þetta menn voru ekki nógu duglegir að mæta í þetta. Já, en hins vegar fór keppni vel fram með það ekki? Jú, það fór vel fram og gaman að þessu svo sem horfa á þetta. Brautirna voru hins vegar alveg til fyrirmynda, má segja það ekki? Í torfærikeppni var náttúrulega hún var til fyrirmynda, sko. Gekk mjög vel og hún byrjaði að keyra klukkan 11 þarna á morgnana, sko, keyrði 2 brautir og þetta var nú bara búið svona 4:30 eitthvað fyrir, sko. Sem var náttúrulega bara alveg snilt. Já. Góða brautir og gekk hratt að keyra þetta og... En ef við byrjum bara, kannski þú náður náttúrulega sandspyrninu, þú náður það ekki driftinu og og fleira eða ekki? Ég fór á þetta buggybílarall hana líka og... Já, hvernig er þetta buggybílarallin? Þetta er náttúrulega svolítið spes að horfa á þetta eða ekki? Jó, þetta er svona kom nú alveg nokkuð sterkt inn, sko. Já. En það var nú svona svipað með torfæruna þar að menn voru nú eitthvað að berjast við að voru brotin afturdrif og menn voru eitthvað að detta þann út svona. Það er bílagreinlega svolítið líka. Já. En í sandspyrnunni þar var ekki mikil þáttaka, segirðu? Nei, það vantaði svona öll þessi öflugustu tækin hana inn, sko. En það er náttúrulega, menn náttúrulega í þessu sporti, þeir eru náttúrulega allir vinnandi menn líka. Þeir eru mannlegir ennþá? Jú, svona, þetta nú, dagatalið er nú sett upp með svona hálfsársfrest, eða hálfsárs fyrirvara, sko, þannig að menn geta nú kannski alveg skipulagt sig aðeins í þetta. En þetta var náttúrulega fyrsta skipti sem við gerum þetta svona. En svo er náttúrulega, áður við byrjum að tala um torfæra, driftið, það til dæmis, það er keppnisgrein sem er komin ansi sterk inn og orðin virkilega árandavæn. Já, það er mikill uppgangur í því, sko. Það var svona
Jú, það var mjög gaman að því, sko. Það var líf og fjör hérna allan daginn. Þetta var nú bara mætt hérna 2 hérna, þeir sem voru að byrja að keppa, sko. Já. Og þetta stóð alveg til 11:30 kvöldið hérna, undakefnir og æfingar og svo útslættir og svo það er mjög gaman að fylgjast með, sko. Og varst þú eða ekki, varst með pjakk svona sem þú fylgdir eftir eða ekki sem var að keppa í fyrsta skiptið? Jú, við fórum nú hana með einum hérna félag okkar hérna frá Selfossi sem honum gekk nú ekki nógu vel, hann bilaði nú áður en að keppni hófst, sko. Já, minna, já. Þannig að við hérna færiðum okkur yfir bara og fórum að hjálpa honum Snorra fór hérna. Hvergerðingnum. Já, og hvernig gekk honum? Honum gekk mjög vel, sko, hann svona, það var nú fyrsta skiptið sem hann kerði í bílinn held ég hérna. Einmitt, hann var að tala um það í sportættinum hérna daginn. Og hérna, það var með hverri ferðinni sem hann fór og þá gekk betur, sko, þetta, hann endar nú reyndar hann öðru sæti en hann áttur að koma sterkurinn, það er alveg ekki spurning, sko. Og já, hann náttúrulega Sigurðan Alexander Sigurðsson, hann er búinn að vinna fyrstu 2 umferðina og það er svolítið magnað, hann kemur hérna inn á Lexus, það er náttúrulega flest allir á BMW í þessum keppnum. Já, þetta er alveg stórglæsilegu bíl hjá hann, sko. En þá að torfærinu sem að þú ert náttúrulega aðalega inn í og þú ert komin aftur hérna og ert komin á Kölska, hvað kom til að þú ákvæðir að svona skella þér á þetta? Ég var nú svona búinn að vera aðstofamaður aðeins hérna í kringum hann, hérna Ívar, sko. Og þetta nú, mótorinn í nú gamla torfærubílum mínum í þessum bíl, sko. Já, hann þú þekkir aðeins mótorinn? Já, þetta var svona, þeir allt í ringi. Já. Og hérna, svo var nú Ívar búinn að ákveða það að vera í fríi núna í sumar og það var eitthvað að vera aðtast í gamla hérna að keyra í sumar og ég var nú alltaf búinn að segja nei en svo tókuðu nú mig á sálfræðina þess að ég myndi ekki þora, þannig að já, auðvitað. Það var náttúrulega ekki aftur snúið. Nei, nákvæmlega. En þetta við farið vel á stað, en frá þú varst að keyra þennan bíl síðast, hann er það ekki svolítið svona öðruvísi? Svona, fannst ekki fyrir því strax? Jú, maður svona, það var svona aðeins að venjast tækinu náttúrulega, en svona, það var nú smá klaufa mistök hann í fyrstu keppni, en síðan hefur þetta allt verið upp á við. Já, nákvæmlega, það segir svona bara sjálft hvernig þeir eru búin að ganga. Já. En á Akureyri svona, þú hefur náttúrulega keppt ofta á Akureyri og hvernig finnst þér svona aðstöðunum búin að breytast þarna í torfærubrekkanum? Þetta er nú allt til betri vegar hérna, sko. Þetta er náttúrulega bara að verða stórglæsileg svæði hjá þeim hérna og bara öll umgjörðin í kringum þetta er fyrirmyndar hérna. Og hvernig er með Ívar, þú ert náttúrulega að keyra hann á ennþá bílinni það ekki, hann er væntanlega það ekki alltaf svona svolítið, allan að það sem að sá til hans á sunnudinni, það var eins og að vera smá stressað þegar þú verið að leggja af stað? Jú, kannski aðeins svona en nei, ég held hann treysti mér nú alltaf fyrir þessu, sko, hann allavega hann hafði svo sem ekki mikla ráðgjur að ég myndi eyðileggja, en ég gæti þá allavega að laga hann. Já, einmitt. Þekkir þetta? Ég þekki þetta aðstöðuna til þess. Já. En götubílaflokkurinn í ár, það virðist vera svona barátta svona náttúrulega því að það er ekkert að segja núna hver er að fara að verða Íslandsmeistari þó þú sért orðin líklegastur. Já, það er svona, ef ég nægi að vinna næstu keppni, þá er ég orðin Íslandsmeistari. Já, en þekkir eitthvað til á eigin stöðum? Já, maður er nú komið hérna nokkru sinni, sko. Já, en Eðvald Orri, hann þekkir líka eigin staði mjög vel. Jú, það er bara vonandi að honum fari nú ganga vel kallinum, hann er svona búinn að vera smá byrjunarðuleika með þetta dót hjá honum. Náttúrulega búið að breyta bílnum mikið í vettur sem að það stóð nú til hjá okkur líka, ég var að fara í stórtakar breytingar og setja turbo og allt gera, sko. En svo hérna hefur það nú svona dreigist eitthvað og svo erum við nú bara komnið á það núna, það borgir sig ekki að breyta neinu, þetta er nú svo sem alltaf virka og
En ertu búin að gefa hann einhver teip svona út vikuna, hvernig hann á að fara því að vinna þig? Eða ertu bara svona að taka auðvitað sálfræði á hann eins og þú varst fengið til keppni? Nei, ég nú svona lítið búin að vera í sambandi við hann síðan á Akureyri en jú, maður rata svolítið í kallinu, það veitir nú ekki að því, sko. Já. Maður sá allan að það vantar ekki upp á keppnisskap í honum. Nei, þetta er náttúrulega svolítið leiðilegt þegar svona, mann lendi í svona bilana vandræðum sem erfitt að finna út úr, þannig að þetta er allt orðið svona tölvustýrt og mikið rafmagn í þessu dótari, þá þetta mitt, sko, getur þetta nú verið svolítið vesen að finna út úr svona vandamálum hjá honum. Já, en svona þú horfir yfir mitt núna, götubílaflokkin, það mætti vera aðeins fleiri keppendur kannski yfir mótið í heildina? Jú, það er svona, þetta er svona, en ég held að sé nú svona einhver hugur í mönnum, ég held að sé gæti nú kannski bæst eitthvað í á næsta ári vonandi, sko. Já, en mæta hérna á Isuzu Trooper fjölskyldubílnum og... Já. Nei, þetta er nú svona frekar ódýrt allavega það sem hefur verið að í okkur, þá er nú svo ekkert til af. En þetta er mjög nótirri svona flokkur heldur en þessi sérúbúni flokkur. Það er svona minna mikla bílanir og veltur og svo liðis, þetta er svona aðeins mildari brautir. En talandi sér útbúna flokkin, það er eitthvað með heldur betur góða fórustu og þetta er eins og þú þekkir bara sjálfur, það þarf svo lítið til að allt breytist. Já. Ég held að Gummi sé nú nokkuð með einn komið með aðra höndin á titilin, sko. Já. Það sé nú bara þannig, hann þarf nú ekki að gera neitt stórt til þess að og það eru 2 keppnir eftir og honum vantar ekki mörg stig, sko. Nei, ekki nema að þið kannski bara bullandi þurrkur hjá honum og það þyrfti að vera í heiskap og komst ekki eina keppni? Jú, svo geta menn slasast eða hvað sem gert, sko. Já. Hann er allt til í þessum. Já. Hann er mitt næsti viðmældan Guðmundur Rannarsson og það var svolítið skemmtilegt þegar maður hringdi þig og hann og þá voru þeir báðir að gera það sama. Þú varst að slá garðinn, hann var að rúlla tónið hjá sér. Þeir voru nú með saman hérna í go-kartinu í mörg ár, sko. Já. Og voru nú að berjast þar Íslandsmeistari til vilina. Svo vænkaðist nú haga minn þegar Gummi hætti og náði að verða Íslandsmeistari hérna 2014 og svo var ég Íslandsmeistari í fyrra líka 2016 í go-kart, sko. En talandi þessum go-kartið, það má eða ekki fara að lækka þess aldurspilið í keppendum þannig að yngri keppendur geta æft til þess að við gegnum eignast til dæmis ökumenn á heimsmæli hverða. Það er náttúrulega lögin á Íslandi er ekki að leyfa okkur það. Já, það er svona, það er náttúrulega rýmri reglur með æfingar og svo því, sko. Það er nú bara að keyra æfingar einu sinni í viku. Já. Og þá hérna rallycrossbrautinni í Kapellarunni. En það er eins og segir, það hefur verið voða lítil nýliðin í þessu, sko. Já, en eins og þú þekkir sjálfur að náttúrulega erlendis að þar eru einmitt kannski bara, alveg 7 ára krakkar sem eru bara ótrúlega efnilegir og þeir geta stundað íþróttuna að keppa á svona Evrópubúndi úlinga. Já. Á meðan við Íslendinga, við getum ekki sett neitt á go-kartbíl fyrir svona að keppa alþjóðlega, ég man ekki hvað aldurinn var það 15 ára eða eitthvað? Já, það var nú, við vorum ekkert að skoða að fara út og keppa á þessu svona Norðurlandamótinu, sko, í þessum rótaksflokki. Svo þegar fórum að skoða þetta betur og þá hætta nú yfirleitt svona 18 ára strákar að keyra þennan flokk og færa sig upp í svona safety car flokk sem er næsti flokkum fyrir ofan. Já. En það verið þeirra svona 17 ára aldur eitthvað líkt, við alveg snarhættum við að fara á þetta neitt með. Já, nákvæmlega. Það því að ykkur leist ekki dáta hvað það voru ungir að keppa? Nei, við höfum bara verið leiða okkur bara. Já, nákvæmlega, einmitt. Ragnar, nú Egilsstaðir næst og það hefur alltaf verið það ekki svolítið, þetta hefur búið að vera eina skemmtilegustu svona keppnum ársins.
Jú, það Egilsstaðir og Akureyri, þeir eru nú svona bæði svolítið upp úr. Var upp á stemninguna líka? Já, það var nú hérna árum áður við vorum í þessu, þá var hann að fara tvisar á Egilsstaði og tvisar á Akureyri. Það var mikið gleði alltaf þær í gangi. Já, en þú veist hvernig þetta er með ungu kynslunum. Við megum ekki lyfta 50 kíló á póka, áburðarpóka. Nú er það 20 kílóa. Já, nú er þetta 20 kíló. Þannig. Það verður bara gaman að koma hana. Ég hef ekki komið hana enn nokkur ára. Það var gaman að sjá hvernig þetta verður. Svo bara hérna að standa sig. Já. Landa titlinum hana bara. Já. Er Orri ekkert búinn að koma með yfirlýsingar við að hann takið því núna á Egilsstöðum? Nei, hann hefur nú eitthvað aðeins slaknað í yfirlýsingunum hérna. Já. Hann er svona gamli nú alveg búinn að kveða hann í kúti með það. Já, þú tók sálfræðina sem sagt. Já, nákvæmlega. En Kölski, hann er alltaf flottur og í góðu standi og þeir náðu vel saman, alveg sama þó að sé búið að eiga við hann síðustu ár. Já, það er. Og hvað hét þessi bíll fyrir áhugasama sem að vita það ekki, þegar þú varst á hann? Ég reyndar, þetta bara vél og gamla bílum minni. Ég átti galdragull sem að Guðlaugur Sindri á Egilsstöðum á. Já. Það er gamli bílum minn, sko. Já. Seldan, hann keypti hann mér vélaus hann á. Og seldi ég Ívari sett vélina. Já. En þeir líst vélið það ekki á nýliðana í sérútbrúnum því að það virðist vera þannig að allan að Guðmundur er náttúrulega komið aðra höndina en það má segja að keppni svona frá öðru og bara niður í 7. sæti sé nokkuð jöfn. Jú, það er mjög efnilegi strákar annars, sko. Og það tekur alltaf sinn tíma að læra á bílinn? Jú, það er náttúrulega, svo Elías er náttúrulega með nýjan bíl hann svo kemur nokkuð sterkur inn og þessi Atli Jamil, bílinn hans er mjög góður, sko. Já. Strákar sem er eftir að koma sterkir inn. Já. Svo veit maður aldrei hvað blessaða sleggjan gerir og svona. Já. Hann er sleggjan kemur sterkir inn, sko. Já. Ragnar Skúlason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við heldum áfram í torfærunni hér innan skamms. Það er Guðmundur Arnarsson næst sem er í heiskapi líkt og þú. Náður að heyja allt í kvöld? Já, það er allt komið. Já, það er spurning hvor var undan þú eða Guðmundur. Já. Ég spyr hann tímasendingar. Hvenær kláraði þú? Ég var hérna svona bara 9:30 leiti, sko. Já, við heyrum hvað Guðmundur segir hjá sér. Bestu þakkir. Takk fyrir. Bless. Já, við heldum áfram torfæru umræðu hér innan skamms. Það er næst Guðmundur Arnarsson á Ljóninu. Farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.